Komið þið sæl. Í þessum þætti ætla ég að fjalla svolítið Cold Fusion. Þetta tilraunaverkefni sem að margar þjóðir að taka þátt í. Það að segja þetta tilraun með nýja orkugjafa. Hann ætlar að koma til mín og útskýra það á mannamáli Trausti Bjarnason, en hann starfsmaður hjá Statoil í Noregi. Og hann ætlar svona að reyna að útskýra þetta fyrir mér svona á mannamáli og þetta býsna flókið fyrirbæri, en engu síður þá ætlar hann Trausti að koma eftir auglýsingar og eftir. Að þá útskýra hann fyrir mér kaldan samruna eða Cold Fusion. Nú ég ætla að fara líka upp í Garmin og fá að sjá svona helstu tækin sem hægt að setja á reiðhjól í dag. En ég ætla að byrja þáttinn á því að tala við hann Halldór Másson það hvað Microsoft Flow Halldór Másson, Microsoft snillingur, má ekki kalla það? Bara þú. Hann ætlar að sýna mér þessar nýjungar og ætlar að koma hérna reglulega og sýna mér nýjungar frá Microsoft og Microsoft núna með eitthvað sem heitir Flow. Þú ætlar að sýna mér, hvað Flow? Já, takk fyrir boðið, Óli. Ég ætla að koma í ára eins og segja reglulega til þess að fara yfir helstu nýjungar og það nýjasta nýja sem að koma í skýjaþjónustum frá Microsoft. Nýjungarnar koma það ört út núna að við höfum fullt í fangi með að bara fylgjast með, en það er bara gaman. Já. Þegar þú sagði mér frá þessu Flow, þá hef ég aldrei heyrt þetta áður. Er þetta alveg bara splunkunýtt? Þetta búið að vera í gangi nokkra vikur, en þetta er nýtt. Þetta er heitt úr resmiðinni. Þú ætlar að sýna mér bara hvernig það virkar. Já, takk. Bara setja þetta hérna þér og hérna tölvan og ef við skiptum bara yfir á tölvuumhverfið þá ætlar að sýna út á hvað þetta gengur allt saman. Já, nákvæmlega. Er þetta eitthvað sem tengist Office pakkanum eða eitthvað svoleiðis? Þetta raun og veru sjálfstæð þjónusta frá Microsoft og sem tengist þessum skýjaþjónustum almennt. Við erum að nýta margs konar skýjaþjónustur frá mörgum aðilum, ekki bara Microsoft, og þetta vinnur allt sjálfstætt sitt í hverju lagi. Flow komið raun og veru með tengingu á milli kerfa. Þannig að hérna getum við... Þetta ekki bara Microsoft kerfi, þetta alls konar kerfi. Þetta hjálpaði raunverulega að ná utan það sem þú ert að gera með hinum og þessum skýjaþjónustum. Og ég held að sé bara best að við kíkjum bara hérna inn á Microsoft Flow. Það raunverulega nóg að leita að þessu orði, þá komumst við á réttan stað. Já. Og stuttamálið þetta að þú ert með Twitter eða þú ert með Mailchimp eða þú ert með einhverjar skýjaþjónustur. Facebook og flestir. Og þú vilt raunverulega tengja saman það sem þú ert að gera, þannig að þú þurfir ekki að vera stöðugt að fylgjast með sjálfur eða færa hluti á milli handvirkt, heldur að hlutinni gerist svolítið fyrir þig að sjálfu sér. Þannig að þú nýtir á þinn tíma betur og nærið svona kannski betra yfirlit yfir hvað þú ert að gera. En semst inn á Flow þá fáum við möguleika á svona nokkrum templateum. Það svona sniðmátum sem við getum notað og tengjast hinum á þessum þjónustum og hérna sjáum við bara lista yfir þær þjónustur sem eru komnar þarna inn og við getum farið að tengja saman. Ef þú smellir þetta á Twitter, þú ætlar að tengja brúa þetta Twitter yfir á... Ef við segjum það að verkefni mitt núna, nú ætlum ég að gera eitthvað með Twitter. Það er það sem að málið snýst þá smelli ég einfallega á Twitter og þá opnast fyrir mig þau forsniðnu sniðmát sem eru tilbúin fyrir mig að nota. Hérna getum við, eins og vorum að lýsa áðan, getum við látið kerfið senda okkur eða látið kerfið senda okkur tölvupóst ákveðin efnisatriði sem við erum að fylgjast með á Twitter. Eða við getum vista Twitter færslurnar niður á Dropbox. Já, sem þá einhvers konar textaskjal. Sem bara textaskjal. Þannig að þú getur þá farið reglulega þangað inn og lesið og séð hvað búið að safnast upp við gefinn tíma. Þú getur endur póstað ákveðnum tweetum sem uppfylla þessu skilyrði yfir á Yammer. Já, og ég ætla aðeins að stoppa þarna. Ég ætla að fá þig til þess að koma eftir einhvern hálfa mánuð eða svo og þá ætlar að sýna mér Yammer. Þá ætlar að sýna Yammer, nákvæmlega. Við getum farið með þetta inn á Slack og fleiri, þannig að hérna höfum við marga möguleika á hvernig við viljum raunverulega fylgjast með þessum tilteknu tweetum sem við höfum áhuga á og hvað við viljum að gerist. Og síðan getum við mjög auðveldlega aðlaga þessi sniðmát. Þetta bara tilbúin template sem að Microsoft býður okkur upp á. Við getum smíðað okkur eigin template og við getum líka aðlaga þau template sem eru fyrir. Þannig að við getum tekið þetta template sem er fyrir tölvupóst
og við getum síðan aðlaga það og sagt ok, við viljum bæta við að það sé ekki bara tölvupóstur heldur að við viljum endur tvíta raunverulega þá endur okkar eigin nafni einhverju stöðlugu svari eða þá við viljum að það útbúist tölvupóstur sem er sendur á þann sem sendi upprunalega tvítið og svo framvegis, þannig að við getum leikið okkur svolítið með þetta og gert svolítið að okkar eigin. Og hérna eins og þess að segja, við getum bara einfallega brása þetta svona fram og tilbaka. Ef þú smellir hérna til mér að tvíta yfir á tölvupóstinn, að sína kannski viðmótið. Nákvæmlega. Þetta svolítið útskýrir sig spilandi sjálf. Þetta útskýrir sig sjálf að ef við ákveðum að nota þetta template. Þetta er svona fyrir þá sem eru lengra komnir í Microsoft aðeins. Alls ekki. Að ef við ákveðum að nota þetta template eða þetta sniðmót, þá einfallega smellum við hérna á valmöguleikann að nota. Já. Og þá förum við raunverulega bara í mjög einfalda uppsetningu. Hérna förum við þá bara í að tengja raunverulega hvaða tölvupóst aðgang eða notanda við viljum senda þetta á. Já, þetta er svona viðmót sem að leiðir svolítið áfram. Algjörlega. Já. Þetta er allt í gegnum hérna, viðmót og svo við höldum hérna áfram að þá förum við inn í þennan smið eins og ég sagði. Þess að hérna getum við raunverulega tekið bara sniðmótið eins og það stendur, tengt á Twitter-akkantinn og tölvupóstnotandan og tölvupóstfangið, en við getum síðan bætt við raunverulega aðgerðum. Og þannig farið að búa til og smíða utan á þetta tilbúna forsnið til þess að þjóna raunverulega betur því sem við ætlum að gera í þessu tilviki. Við gerum þetta reyndar áðan og ég prófaði að setja inn færsluðarn inn á 12 stig, hashtag 12 stig og þetta skilaði sér beint í síman hjá þér, þannig að þetta var alveg að virka. Þannig að þetta hérna, en svo með Facebook annars lít og þá myndum maður bara fara tilbaka og í rauninni fara þá bara einhver aðra færslur. Já, smellir raunverulega hérna bara á hérna Flow og þá ferðu aftur inn á hérna forsíðuna. Já, og það er hægt að, það er einhver leitarvél, þetta er nú í rauninni bara svona tilbúið snið, en svo er þetta að fara eitthvað og leita eftir einhverju vissu. Já, þú getur vel að fara hérna og valið browse template og þá ferðu inn í nákvæmari leit og þá getur þú farið að skoða leita að templateum sem að þjóna nánar þínu hlut hérna, því sem þú ætlar að gera. Já. Það er að hvort þú ætlar að fara í eitthvað svona samþyktarferli eða hvort þú ert að leita að einhverju tengslum við að gera tölvupóst úr einhverju eða eitthvað svona tilkynningar eða hérna er búið að tengja þetta við raunverulega hlutverk eða verkefni. Já. Við komumst ekki lengra með þetta, en skulum kíkja hérna á tilbúið myndband frá Microsoft sem að kannski útskýrir þetta svolítið betur á svona einfaldir hátaldir en við erum búin að vera að sína. Þetta er svona sem sagt, flott, velunnið myndband sem er svona kynningamyndband sem að Microsoft lét gera einmitt þetta flow. Endilega. Takk fyrir komuna. Takk. These days, there's a cloud service to do just about anything. The problem is, there's no good way to get your favorite apps to talk to each other, to connect them, and automate the tasks that are so time-consuming. Or is there? With Microsoft Flow, whether you start from a template or create your own multi-step flow across several apps, it's simple. Why constantly check email when you can get a text message anytime anyone important emails you? Automating that means you can use that time to do other things. And Microsoft Flow can really help get things connected. Say someone tweets about your company. Set up a flow that follows them, sends a nice reply, adds them to a spreadsheet that gets emailed to you for your approval, then adds their contact to Salesforce or CRM. How about that? That's technology talking together, working smarter, so you can work less and do more. Næst ætla ég að fara í Garmin búðina upp í Ögurhvarfi og tala með Rikka það hvaða tæki er hægt að setja á reiðhjól í dag. Þetta eru ansi mikið úrval af tæki sem hægt er að setja á eitt reiðhjól til þess að gera þetta svolítið skemmtilegra. Hvað sérum með þetta hjól? Hvaða svaka tæki eru á þessu reiðhjóli hérna? Er þetta það sem hver reiðhjólamaður þarf að vera með á sínu hjóli? Já, þetta er alveg nauðsynlegu búnaður ef þú ætlar að æfa þig og taka þátt í keppni og ert að þjálfa þig bara, kannski bara heilsunnar vegna, ekki endilega til keppnis. Og þetta eru svokölluð Edge tæki frá Garmin. Já. Þau eru í mörgum stærðum og gerðum, en þetta eru vinsælustu tækin. Þau eru hérna með Edge 520 og Edge 1000. Bæði hæf tæki æfingarlega séð, en stærra tæki er með kortaplotter og síðan er það með svona smá skinnjur og öðru sem að gera það betra, það er stærri skjár á því. En Garmin byrjaði fyrir rúmum 10 árum síðan að
að vera með svona hjólreiða tölvur og nýta sér GPS-tæknina. Og síðan eru þau farin að bæta við sér tækjum og eru konir með hasarmyndavélar sem eru samkvæmt við GoPro til dæmis. Við erum með radar hérna aftan á sætinu sem að segir að aðvíðandi bílum sem kom aftan að þér, þannig að þú ert ekki alltaf að vera hjóla hægar af því að þú ert alltaf að líta aftur fyrir þig, heldur ertu með tæki sem segir alltaf 140 metrar aftur fyrir þig af bílum sem eru að nálgast þig. Já, hvar færðu upplýsingarnar? Er það bara fyrir fram að þig? Annarkvort á sér skjá eða það kemur á hliðina á þessum skjáum hérna, koma kúlur, bólur svona sem að ein bóla fyrir hvern bíl og eru með alltaf 10 bíla sem hann getur detektað og þegar bólan kemur efst á skjáinn þá veistu að hann er bara nokkra metrar fyrir aftan þig og getur undirbúið þig, þú ert búin að koma þér mest út í kant eins og gatan leyfir, þið bregður ekki, þú vissir af bílnum, það er ekkert óvænt sem gerist. Nei. Og sem dæmi þá eru hjólreiðamenn sem eru æfa mikið og þurfa að fara langa vegalendir, þeir eru að forðast að hjóla Kjalarnesið út af mikill umferð. En í dag þá er þetta bara draumurinn, þeir vita allir umferð sem eru að koma fyrir aftan sig, þeir eru ekki hræddir lengur af því að það er kannski að koma bíl, þeim er ekki að bregða þegar bíl kemur mikil að ferja fram úr þeim. Þannig að þetta hefur breytt öllu fyrir þá að hafa þennan varia radar frá Garmin aftan á. Síðan er hann líka ljós, afturljós, blikkar eða stöðugt ljós. Það er bara stjórnað, stillið það í tækinu, hvernig ljósið á að haga sér. Þannig að þetta er líka afturljós, sambyggt. En hvað með rafmagn á þessu? Það er ekki býrið til streymin á hjólinu? Nei, þú þarft að hlaða þetta. Þetta endist í 4 tíma sem að nægir í flestar ferðir. Já. Er rafhlaðan í miðjunni eða? Nei, hún er bara innbyggð. Þetta er önnur rafhlaða frá fyrirtæki sem heitir Power Travel sem við erum að flytja inn. Og þetta er vatnseld-rafhlaða, hún er gríðarlega sterk, það er hægt að keyra yfir hann á bíl. Og hún, ef þú þarft að hlaða tækin í lengri ferðum, eða radarinn eða eitthvað, þá getur þú haft þetta á tilbúð og farið á milli tækja og hlaðið upp og meðan þú ert að nota það. En hvað með þetta statíf sem við erum með hérna? Er þetta bara fyrir verslunina? Nei, þetta er svokallar trainer. Hann er hérna bara fyrir verslunina hjá okkur, en við reyndar notum hann stundum þegar við erum að prófa hluti. Hérna erum við til dæmis með pedala frá Garmin. Þetta eru venjulegir Racer pedalar með svokallar Look læsingakerfi fyrir skóna. En það sem þessi gera öðruvísi er að þeir gefa þér hvaða afl út að stíga og þegar þú ert með 2 pedala til að mæla aflið, þá getur líka séð munin á milli lappanna á þér, hvort þú ert að beita annar löppinu meira og þarft að þjálfa upp hina löppina, hvar í sveifarhringnum þú ert að beita aflinu, þannig að þú getur byrjað ofljótt eða seint, þú ert ekki að nýta sveifarhringin nægjanlega og síðan skynjar það líka standandi á sitjandi stöðu, þannig að þú getur ætt spretti eða klefur í brekkum með því að analysa tölunar eftir á. Eru þið bæði með tækin og hjóli eða eru þið bara með tækin hérna? Við erum bara með tækin. Við erum sér að vinna með öllum hjólasölum eða framleiðendum hér á landi. Það er hana og margir að selja vöru frá okkur. Þannig að þetta fæst ekki bara hér í Garmin-búðinni. Hvað er þetta nálgast upplýsingar? Garmin.is